fyrst ætlum við að nefna Konuna í blokkinni eftir Jónínu Leósdóttur. Þetta svona gamansöm spennusaga. Já, gamansöm spennusaga, það lýsir í nokkuð vel. Þetta í rauninni 2 sögur sem hún fléttar þarna saman. Það Edda sem aðalpersónan og hún kona á bestaldri, hún nýkomin á eftirlaun og hafði engan sérstakan áhuga á því, þannig að henni alveg hrútleiðist og svona að finna sér ýmis viðfangsefni til að hafa ofan af fyrir sér. Tekur meðal annars að sér að rannsaka hvarf gamallar þýskrar pennavinkonu sinnar sem hún hefur ekkert haft samband við áratugum saman, að beiðni sonar þessara konu í Þýskalandi og svo fléttast hún sem sagt líka inn í annað mál sem í rauninni aðeins meira spennandi fannst mér og það hvarf nágranna konu hennar Steinunnar sem hefur verið ofsótt af eldirhelli og núna horfin. Og sagan hefst raunar hjá þessari Steinunni í alveg kafla sem mér fannst frábærlega skemmtilegur þar sem hún sem sagt bara rankar við sér og bundin og kefluð og sér ekki, heyrir ekki, finnur ekki lykt, hún finnur bara ekki neitt og þetta svolítið óhugnalegt og áttar sér svona smá saman á því hvernig fyrir henni komið. Og þetta þessi saga af Steinunni sem haldið fanginni þarna og mér finnst Jónínu takast rosalega vel að halda henni spennandi og ég alveg brunaði stundum aðeins svo hratt í gegnum eddukaflana nefnilega til þess að komast aftur til Steinunnar. Já, eiginlega alveg sammála þessu. Þetta glettilega skemmtileg bók og svona skemmtilegu vinkill á að skrifa glæpasögu. Það svona létti yfir þessu, meira að segja þessir monólógar Steinunnar þar sem hún situr þarna bundin, meira að segja þeir eru pínu fyndnir. Hún hefur svona einhvern veginn þá nálgun á þetta hroðalega ástand sitt að það verður bara svona hálfgerður skemmtilegstur þrátt fyrir allt. Og svo bara að fylgjast með því hvernig leysist úr því og hvað eiginlega að baki þessari erfiðu aðstæður sem hún kom í. Þetta mjög leipulega skrifað og fléttað. Rosa frásagna gleði bara einhvern í allri bókinni sem heldur manni alveg við efnið Já, það svona undir lokin þegar hún fer svona að reyna að hnýta endana þá gefur hún sér kannski mikinn tíma og margar blaðsíður til þess að segja manni hluti sem að blasa við eða mann langar ekki að vita. En alveg fram að því þá þetta til fyrirmyndar og mér skilst hún ætla að halda eitthvað áfram með Eddu og ég verð að segja að mér líst bara mjög vel á það. Það langar til viðbóti í þessa spennusögu. Algjörlega. Ekki eins svona dimmt og yrsa og ekki jafn svona sögulegt og Arnaldur Og svo þetta skemmtilegt að fá þarna eldri konu sem rannsakanda. En mér fannst eiginlega ennþá skemmtilegra að mér fannst þessi rannsakandi svo dásalegur af því hún ekkert að snúa upp á fólk neitt sérstaklega. Hún veður yfir tengdasemi sína og lætur þá brjóta svona ýmsar siðareglur til þess að afla sér upplýsinga og mér fannst það eitthvað svona alveg ekta íslenskt. Mjög skemmtilegt og örugglega eftir að verða enn skemmtilegra að fjölskyldan meira og minna á taugum yfir þessu nýja áhugamáli hennar. Þetta bara býsna vel hefnað. Já, og góð byrjun.